Lárus Sigfússon fyrrverandi bóndi og ráðherra bílstjóri en hann fagnaði 101 árs afmæli síðasta föstudag. Á afmælisdaginn mætti Lárus ásamt Kristínu Gísladóttur sambýliskonu sinni sem 91 árs í hesthús á Mánagrund í Reykjanesbæ þar sem þau skelltu sér á hestbak í tilefni dagsins. Sjónvarp Víkurfrétta var á staðnum enda saga til næsta bæja þegar öldungar eins og Lárus mæta í hesthúsið og fara á bak. Lárus þekkir vel til hesta en hann sá meðal annars póstflutning á hestum úr Hrútafirði til Hólmavíkur í áratug. Komum með okkur í hesthúsið og heyrum aðeins í Lárusi sem hinn hressasti þrátt fyrir háan aldur. Þetta hefur verið skemmtileg tímamót að koma hérna og fá að fara hestbak. Það er alveg óvænt og ótrúlega mikið gaman að það sé því. Ég hefði nú aldrei trúað því núna fyrir nokkrum árum bara að ég ætti eftir að koma á hestbak. En ég ætla nú ekki að hafa mörg orð það hvað þurfti að hafa mikið fyrir því að koma mér á hestbak. En það er ekki það sem skiptir málinu. Þú þekkir nú aðeins til hrossa, þú varst hérna meðal annars í póstflutningum á hrossum hérna í eina tíð. Já. Ég var það. Hvernig var sá tími þegar þurfti að nýta hestasamgöngur og það var lítið annað í boði? Það var náttúrulega ýmsum erfiðleikum bundið. En ég get sagt þér eina sögu af því að einu sinni var ég í póstverð og gerir á mig ofsaveður. Það var líka veðrinu sem var slydduveðrinu sem kom í Reykjavík. Það var bara í gær held ég. Gær eða fyrradag. Og þá ég að fara framhjá einum bæ sem hérna ég ætlaði þó ekki gista hjá. En bóndinn kom í veg fyrir mig til að ná í bréf sem ég var með til hans og segir að nú ferð þú ekki lengra. Ég sleppir ekki lengra, þetta ófært og þú getur ekki ætlast til þess að hestarnir hlýði þér með það að halda frá þetta á móti þessu veðri. Það var alveg grenjandi slyddukafall og norðan ofsastormur. Þetta hefur jafnvel bjargað þér þá? Þetta bjargaði mér þá, því ég viss að ég hef aldrei komist í náttstað með hestana eins og veðri var. Svo ferðu til Reykjavíkur að fástu eitthvað allt annað og meðal annars að keyra ráðherra? Já, meðal annars, ég var nokkur ár starfsmaður hjá Sambandi Íslenskra Samvinnufélaga. Já, að selja Akureyrarvörur? Já, Akureyrarvörur, alveg rétt, já. Hvernig var að vinna hjá sambandinu? Það var mjög gott, mjög gott. En ráðherraaksturinn, hvernig var það? Já. Voru þeir jafn góðir við þig eins og hestarnir? Já, það má segja það. Allir ráðherrar voru gæðamenn og þeir voru talsvert margir sem ég lenti að vinna með. Keyrar. Einhver eftirminnilegri en annar? Já. Halldór Sigurðsson var mikill gæðamaður og ég las í bókinni sem var skrifið Halldór eftir að hann lést. Ég búinn að glemma hver skrifaði bókina. Það var í einu áramóti ávarpi hjá honum að þá segir hann að það besta sem kom fyrir mig á árinu þegar ég fékk Lárus sem bílstjóra. En núna ertu orðinn 101 árs og bara komin í hesthúsið og hestbak. Þetta hljóta bara að vera tímamót. Já, ég er ekki á neinum tímamótum. Ég er alveg tilbúin að fara í tímamót. En það eru örugglega tímamót. Ég held að aldrei eldri maður farið á hestbak heldur en þú. Ég veit það nú ekki. Ef við hugsun langt aftur í aldri að þeir eru einstaklega gamlir menn og eru gamlir og óendanlega hraustir. Eru til hamingju með daginn. Þakka þér fyrir það kærlega. Þakka þér fyrir þennan reit og svo væri ekki langur þá var hann góður.